Komið heil og sæl. Föstudagsþátturinn að þessu sinni sendur út að austan og við höfum komið okkur vel fyrir í Hildebrand Hótel í Neskaupstað. Við eigum eftir að fá marga gesti til okkar í dag sem allir eru komnir í jólaskap enda aðeins 2 dagar í aðventu. Fyrsti gestur okkar annar eiganda hótelsins. Vertu velkomin Hákon. Sælblessuð, takk fyrir. Það ekki langt síðan að þetta hótelið var opnað. Hvenær var það og hvernig hefur vegferðin verið? Við byrjum 2013 hérna í framkvæmdum og við opnum á vorið 2014. Svo við erum núna að sigla inn í okkar 5. ár og ef ég að segja bara rétt og satt, þá það bara búið að vera alveg brjálæðislega erfitt. Það ekkert rosa mikið ferðamanna straumur á þessum austasta hjara Íslands og við kemst þetta ekki lengra frá Reykjavík en þetta batnar hverju árinu og þetta orðið mikið betra og við erum farin að sjá í fyrsta skipti núna einhverja túrista alla mánuði ársins. En við höfum alltaf okkar erfiðustu köfnum sagt bara við ætlum að þrauka fram á göngum og nú eru komin göng, þannig ég held einhvern veginn erfiðasti hjallin sé á baki og lít svona til bjartari tíma. Já, og þið eru með þetta hótel hér og svo tókuð þið í gagnið skemmtilega nýjung í sumar, segðu mér það frá því. Já, við erum bættu við í sumar hérna beituskúrnum sem gamall bara beituskúr hérna í rétt við kirkjufjöruna og það bara svona gamalt hús sem byggt út í hafið með sinni eigin bryggju og það rosa góð stemningsstaður okkur vantaði þetta við sumari svona heimamanna stað til að hanga á og við veturinn erum opið þar helgar sem bar og svo erum við með tónleika og svona og þetta mjög skemmtileg viðbót og það passa líka við erum líka með siglingar þannig að við viljum taka þessi sjávartengingu. En nú aðventan að bara rétt handa við hornið og hvernig byggið þið ykkar starfsemi upp á aðventunni? Við byrjum svo miklu fyrir heldur en aðventan. Við byrjum alveg að jóla á okkur í september sko. Og þá fara strax bara undirbúa allan að jólamat og við erum rosa mikið sjálf að gera og við erum að salta og reykja og svo kemur þetta bara jólahlaðborðunum og þau byrja svona ekki upp á miðjan nóvember og þetta helst svona fram yfir miðjan desember og þá fyrir við að detta svona meira bara í gírinn að taka á móti fólki í kaffi og kökur og svona þetta svona hápunkti á Þorláksmessu, það rosa skemmtilega dagur og einhvern veginn kíkja flesti allir við og erum með gaman og svo reynum við bara að fara í gott í jólafrí því að við ennþá getum leyft okkur meðan ekki meiri ferðaþjónusta á þessum tíma og við höfum alltaf svo smátt opið fyrir bókanir en við höfum bara hingað til ekki bókast á jólunum og við erum með svona neyðarplan að taka fólk heim í mat ef það myndi bóka á jólunum því okkur þykir rosa vænt þetta fjölskyldunum sérstaklega sem vinnum minna að eiga stundum smá frítíma af því við erum yfirleitt alltaf hvað uppteknust þegar aðrir eru að skemmta sér en í ár verðum við með eitthvað opið að beituskúrnum og svona á milli og einhverja smá opnun hérna á hótelinu komið í mat en reynum að halda í frídagana þessum milli. En markmið framundan næsta árs, þú nefnir göngin sem að hljóta að verða skipta máli fyrir ykkur. Eru þið búin að setja ykkur einhver markmið í tengslu við þau? Já, nú bara að byggja upp þennan heimamarkað sem Austfirðingar. Því að það hefur alltaf verið svolítið lúmsku markaði sem að við gerum ekki ráð fyrir upphæðu. Við sem að vættum heimamarkaði á Norðfirði og svona byggist allt á ferðaþjónustunni. En svo finnst okkur ótrúlegt hvað fólk að koma mikið yfir Skarð þá og koma til okkar. Núna erum við sjáum bara, nú komið göng og nú kemur fólk meira og það eina ástæðan við fórum í mikla breytingar á hótelinu að breyta jarðhæðinni og gera nýja móttöku og setustofu og svona. Það var svolítið hugsað með það, við vildum koma bara aftur ferskinn með göngunum og vera svona staður að þú skrafst ekki á Norðfjörð, minningi sem krakki, þegar þú fórst á Norðfjörð þá þurftur alltaf að kíkja inn á Hildebrand og vissir ekki alveg hvort þið voru að fara að kaupa smá gjafur eða fá okkur kaffi eða út að borða eða þú varst bara aðeins að kyngja á inn. Já, en þú sjálfur eða því sem standi að rekstrinum, átt þú sjálfur einhverja jólahefð sem að þú hefur haldið í sem varst barn? Já, fyrir mér ég var mesta jólabarn í heiminum og ég stamaði sem krakki þegar ég var spenntur og mamma segir ég hafi bara hægt að tala svona miðjan desember og eftir það, þetta var besti tíma ársins hjá henni því ég þægði bara, ég kom ekki upp orði og svo hætti ég að sofa nokkra daga fyrir jól en þetta svona réttast að mér, þetta endist samt töluvert lengi en í dag jólin snúast aðallega svefn og góða samræður þannig en ég held alltaf fyrir mér
Sko, mér finnst nefnilega jólin, þau hafa mist sko rosa mikið þessi töfra á sjarma og sérstaklega þegar vinnur náttúrulega rosa mikið með jólamat og jólin endalaust í marga mánuði undan að þá er svona margt svona farið af þeim og ég held að meðan maður á ekki börn þá kemur þessi töfrar ekki tilbaka en ég sé þetta í börnum í kringum mig og systkinabörnum mínum svona hjá þeim eru jólin ennþá hæmur ævintýranna en fyrir mér er þetta orðið rosa mikið kósí í dag en fyrir mér er svona ómissandi jólahefð er sko það eru tvær hefðir og það er með ömmu og þegar maður á ekki börn þá á maður ömmu og það er fyrsta lagi sko að fara í jólaljósarúndin okkar og við þurfum alltaf að fara hvort sem hann er rétt fyrir jól eða milli jól og nýjárs þá förum við svona örugglega 4 tíma rúnd bæinn og hann er keyrður sko alveg á fyrsta gír hægt og rólega að fara upp á gang styttistundu til að skoða betur og svona og teknar út jólaskreytingarhjöllum og dottið í kaffi einhvers staðar og svona og þetta er voðalega skemmtilegu tími og svo er hin jólahefð mín er sko það er á aðfangadagskvöld þegar allir eru búin að opna pakkana og svona að þá er sem sagt heima í miðbæ er svona rétt undir miðnætti þá kemur fjölskyldan saman og það er heitt súkkulaði og kökur hjá mig og á miðnætti sitjum við flest allt saman og höfum það mjög gaman og þetta svona, það er alltaf, þetta er eitthvað svona punktur sem má ekki missa það er að fara hérna niður og hjálpa ömmu með að setja upp hérna kaffið og taka svo móti gestum og svo er það eiginlega tíminn eftir að það er sko aðfaranótt í jóladags þegar við erum að ganga frá og vaska upp og taka spjallið og þetta er svona 2 heilagar stundir fyrir mér jólin eins og er. Já. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir komuna Hákon. Já, takk sömuleiðis, takk fyrir að koma Hildibrand og gleðileg jól. Sömuleiðis. Til okkar er komin Jónína Brynjólfsdóttir, formaður tengslanets austfirskra kvenna sem í næstu viku stendur fyrir ráðstefnunni Auður Austurlands. Velkomin. Takk. Þú mátt segja mér aðeins frá þessari ráðstefnu, hvað hún snýst. Já, Tengslanet austfirskra kvenna var 10 ára á síðasta ári og þá var ákveðið að efna til stórar ráðstefnu og fjalla stöðu karla og kvenna á Austurlandi. Og við höfum fengið til okkar alveg svakalega flotta fyrirlesara og ber þar hæsta nafna Höllu Tómasdóttur. Hún ætlar að fjalla mikilvægi fjölbreyttrar forystu. Við fáum til okkar Líneik Önnu Sævarsdóttur þingkonu. Hún ætlar að fjalla það hvernig það er að vera í forystu á Austurlandi. Við fáum Rakel Sveinsdóttir sem er formaður FKA, Félag kvenna í atvinnulífinu. Hún ætlar að fjalla slík samtök, mikilvægi þeirra og hvað þau geta áorkað. Við fáum til okkar Freyju Önundadóttir sem er formaður kvenna í sjávarútvegi og síðan fáum við til okkar Magnús Ásmundsson, forstjóri Alcoa. Hann ætlar að fjalla stöðu kvenna í áliðnaði. Og að lokum kemur Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir, verkefnastjóri hjá Austurbrú og hún ætlar að koma með ákveðna talnamynd af Austurlandi því hún hefur rannsakað það svolítið og hefur ákveðnar upplýsingar fram að færa sem okkur finnst gagnlegt að fá að vita. En hvernig er staðan okkar fyrir austan? Staðan er nú svona svipað eins og öðrum landslutum. Launamunur kynjanna er mestur hér á öllu landinu, hann er 30%. Síðan er staðan líka þannig að þegar börnin okkar flytjast burt í nám að þá eru strákar líklegri til að snúa aftur en stelpur síður. Og það er kannski nokkrir hlutir sem við þurfum að horfa á. Í fyrsta lagi er hefðbundin karlastörf hér ríkari og sterkari og karlmenn sækja eða eiga kannski bara meiri úrval af störfum. En hér er líka fullt af kvennastörfum og hér er bara kvennastörfum þannig að þau eru búið mikið umhyggju og kennslu. Og slík störf eru bara læra borguð. Þannig að þegar við sjáum 30% launamenn kynjanna þá sjáum við það að það er bæði fyrir það að konur getur verið að minna læra starfshlutfall, getur verið einhver ákveðni þættir sem hafa áhrif á það. En síðan eru konur bara að fá lægri laun. Konur á landinu eru að fá 20% lægri laun sem er óútskýrður launamunur kynjanna. Og það er eitthvað sem við þurfum að skoða hér. Og við getum hvatt konur hér fyrir austan til að stíga fram. Og tengslanettið er sá vettvangur sem við getum notað til að efla og styðja konur og við gerum það og höfum gert það og viljum gera það áfram og það er eitthvað sem að því verkefni lýkur aldrei og það er bara skemmtilegt líka að takast á við það. En við verðum líka að tryggja það að konur fái sömu tækifæri og kallar. Og svo má náttúrulega líka á endanum segja bara að við bökkum bara 5 skrefum og horfum á þetta í heild sinni, þá getum við líka bara spurt okkur því af hverju borgum við ekki bara konum og körlum svipuð laun fyrir sambærileg störf? Af hverju mega konur ekki bara sækja þau störf sem þær vilja og hafa áhuga á og karlar líka og við bara borgum jafnt fyrir það. Segja bara eftir sveinspróf eru allir með sömu grunnlauni eða eftir 3 ára háskólapróf eða verkafólk
Það var í lang auðvildasta lausnin, en þá erum við kannski svolítið bara næstu út fyrir okkar þægindaramma. En allt þetta eru svona umræðefni sem við munum velta fyrir okkur. Við munum líka velta fyrir okkur ráðstefnunni hvernig við getum hvatt konur til að stíga fram í þeim iðnaði sem er sterkur hér, ál og fisk. Og það verður bara mjög fróðlegt að heyra hvað okkar fyrirlesarar hafa fram að færa. Síðan verður pallborð á málþinginu og þá er hægt að spyrja ýmsar spurninga. Þannig að við erum bara svolítið spenntar fyrir þessu og það er ókeypis inn og þetta er 7. desember og við hvetjum kalla jafnt sem konur að koma og eiga samtalið. Hvaðan erum við að koma, hvert erum við að fara og hvernig við getum stigið þetta saman. En 30% munur og við stöndum verst að vígi á landinu. Hvers vegna? Já, það eru margir þættir. Ég held að sé aðalega því að iðnaðurinn sem er hér svo sterkur, hann er svona hefðbundnari kallastörf. Sjávarútvegur og áliðnaður hefur úr fleiri störfum sem að við flokkum sem hefðbundi kallastörf og auðvitað er fullt af konum í þessum störfum. En þegar við segjum hefðbundi kallastörf það er það bara vegna þess að karlar hafa í meiri mæli sótt í þau störf heldur en konur. Og við viljum svo sem alveg hvetja konur til þess að vinna í öllum störfum sem þeir hafa áhuga á. En við viljum svo sem heldur ekki hvetja til að fara að vinna í einhverju störfum sem þeir hafa ekki áhuga bara til að fá hærri laun. Við viljum bara allir geta fengið að vinna með það sem þeir hafa áhuga á og vilja mennta sig í. Þannig að það eru svona nokkri þættir sem liggja þar að bakvið. En aðalega þetta að hér er sterkur iðnaður af karlastörfum. En jafnréttisbaráttan er í hámæli þessa dagana. Já. Hvernig getum við nýtt okkur þetta? Það eru bara svona endalausi möguleikar, en ég held og ég segi bara fyrir sjálfum mig, ég stóði þeirri trú að jafnréttisbaráttan væri kannski komin lengra. Síðan erum við kannski að labba aðeins á vegg núna og við erum að sjá að það er ekki staðan. Við höfum náttúrulega, þegar kvennaframboðið var og kvennalistin var hérna á sínum tíma, það var ekki mín kynslóð og mín kynslóð einhvern veginn kannski gekk bara að því allt og vísu að jafnréttismálin væru betri en þau eru í dag. Og við þurfum þá kannski núna aðeins að horfast í augu það að það er bara ekki staðan. Þetta gerist ekki að sjálfu sér. Við þurfum að horfa í alla þessa þætti og það eru svo ofboðslega margir þættir sem liggja baki þessu eins og við heyrum bara í umræðan í dag. Það eru alls konar þættir sem liggja hér og þar. Og við þurfum bara að læra af þessu og við þurfum að stíga saman, karlar og konur, og bara gera þetta saman. Við þurfum að minnka launamunin, við þurfum að tryggja konum sömu tækifæri og bara meta þær að verðleikum og meta þeirra störf. Það er mikilvægast. En svona umræðan kannski innan húsi á ykkur, hvernig metum við það, hvað þarf að líða langur tími þannig að þetta bara komið í lag? Ég er ekki viss að verði nokkuð tíma komið í lag. Ekkert frekar heldur en við sjáum að gerast í miðríkjum Bandaríkjanna þegar svertingar eru í sinni baráttu. Það er alveg ljóst og svona baráttur, þeim líkur aldrei. Það er bara þannig. Já. Þetta er aldrei búið. En kannski rétt að lokum til að taka upp aðeins léttara hjal, við erum hérna 2 dagar í aðventu. Ert þú með einhverja jólahefð? Sko, við erum svona að reyna að búa til okkar jólahefðir og við keyptum í fyrra dagatal, jóladagatal fjölskyldunar og það er alveg frábært, það er rosa skemmtilegt. Það er bara ótrúlega léttur viðburður á hverjum degi, fara í göngutúr, spila spil, lesa bók, baka smákökur. Og við gerðum það einhver leyti fyrr og við viljum að gera það fullu leyti í ár. Og þar með bara vonast til þess að geta gert það bara alltaf á aðvendunni. Og rosa skemmtilegt dagatal. Frábært. Takk kærlega fyrir komuna, Jóna.